ég vildi þess vegna fá að spyrja háttvirtan þingflokksformann Framsóknarflokksins hvort að flokkurinn sé þar með að boða afnám verðtryggingar bara í framtíðinni, bara á það sem að fólk tekur eftir daginn í dag af lánum, eða hvort að flokkurinn ætli líka að afnema verðtryggingu á þeim lánum sem að við erum með á íbúðunum okkar og húsunum okkar eða bílunum okkar eftir atvikum. Hvort að afnám verðtryggingarinnar hjá Framsóknarflokknum nær bara til framtíðarinnar eða líka til þess sem útgefið er. Háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson, tekur til máls. Við höfum líka lagt fram tillögur að það verði að leiðrétta lánin afturvirkt. En er það hægt að afnema verðtrygginguna afturvirkt án einhverja skaðabóta vegna þess að það er búin að gera verðtryggða samninga sem hafa gengið kaupum og sölum, sem hafa kannski eignarrétt á svo framvegis? Er það hægt? Það er nákvæmlega það sem kemur hér út úr þessu hjá okkur að við verðum að skoða. Því að það er ekki hægt að fara fram með óábyrg loforð því. Það er bara ekki hægt. Það er ekki hægt. En það hefur enginn sagt að það eigi að afnema verðtryggingu að lánum afturvirkt.